Góðsyskin, Guð blessi skref ykkar allra á þennan fund og veru ykkar hér. Ég heiti Þórir Jökull Þorsteinsson, er 52 ára. Foreldrar mínir eru Ásta Sigurðardóttir, lífsskáld og listakona sem er látin, og Þorsteinn Jónsson frá Hamri, skáld og rithöfundur. Eiginkona mín er Pía Hædý Þorsteinsson. Við eigum eina dóttur, Silju Theodóru, sem fæddist á liðnu ári. Fyrir á ég dótturina Sigurveigu, fædda 1983. Hún er læknir, búsett í Svíþjóð, ásamt eiginmanni og 2 börnum. Síðasta áratuginn gegndi ég embætti sendiráðsprests í Kaupmannahöfn og var því prestur Íslendinga í Danmörku þann tíma. Þangað fór ég frá Selfossi, þar sem ég var sóknarprestur í 7 ár. Á þeim árum var ég tíma settur prestur í ensku kirkjunni í Lincoln biskupsdæmi á Englandi, samkvæmt sáttmála gagnkvæma viðurkenningu kirkna Englands og Íslands. Þjónusta mín sem sóknarprests hófst hins vegar hér á Norðurlandi, ég var vígður til Grenjaðarstaðar árið 1992 og þá auðvitað til sóknanna í Nesi, á Einarstöðum og á Þverá. Ég bý eins og þar að gerir með 50 mann að margvíslegri lífsreynslu, bæði ljúfri og sári, og eins hef ég eins og komið á vinnumarkaði. Ég vann eins og við flest höfum gert við eitt og annað til sjós og lands sem ungur maður, en Norðlendingar sáu mig fyrst ég kom til búfræðináms á Hólum í Hjaltadal, 15 ára gamall, haustið 1975. Því næst sáu þið mig sem bókhaldsráðgjafa bænda hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar, en hingað kom ég til starfa vorið 1985 að loknu samvinnuskólaprófi og bjó þá á Möðruvöllum í Hörgárdal í næsta húsi við séra Pétur, blessuð sé minning hans. Skömmu síðar gerðist ég frétta- og dagskrárgerðarmaður hjá RÚVAG og ef til vill muna einhverjir hér enn eftir rödd minni í viðtækjum. Hvað varðar ýmis trúnaðarstörf mín öllum viðstöddum velkomið að kynna sér það helsta í þessum pésa hérna. Inn í honum mynd af Goðafossi. Kæru vinir, gjöf trúarinnar innsta og helgasta málefni kirkjunnar. Hún lífsvegur okkar sem játum trú á Jesú Krist, og kirkja landsmanna hefur aldir verið borin uppi af trúnni þar sem hún bjó í brjóstum þeirra sem á undan okkur hafa gengið. Trúin og líf hennar hafa því til langs tíma verið næsta sjálfsagður þáttur í þjóðfélagslefnaði okkar Íslendinga. Vissulega hefur kirkjuna blásið, en við þennan samfélagssáttmála virðast nú sett stærri og fleiri spurningamerki sem varða stöðu þjóðkirkjunnar meðal landsmanna. Við erum kölluð til þess að gá að okkur með þeim hætti að trúin lifi og að kirkja okkar verði áfram þess megnum að starfa hvarvetna í landinu og gæti þar að þessu lífssambandi manna við góðan Guð. Ekkert kemur í stað hins staðbundna safnaðar, kirkjunnar á hverjum stað. Hún samfélag fólks sem kemur saman til helgihalds og annar þeirra iðju sem eflir samfélag þess, gleði og lífsfyllingu. Þjóðkirkjan, hún reisir sig því aðeins við. Gangist hún við þeim sérleika sínum og sé trú því verkefni sínu að vera samfélag þeirrar endurlausnar og gleði sem Guð hefur fært mannkyninu í Jesú Kristi.
Við erum hér því ekki bara að ræða mikilvæga þætti skipulags og fjármála, heldur það að við erum samfélag hina kristnu von til handa landsins börnum. Og góð systkin í Drottni, ég lít ekki svo á að það að gefa kost á sér til biskupsembættis sé eins og hvert annað framboð. Heldur sé það umlukið helgri köllun umfram löngun í starfsframa. Mér sæmir því ekki að mæla úr hófi fram við sjálfum mér, en vil að þið vitið að Guð hefur gefið mér djörfung til þess að láta nefna nafn mitt og birta persónu mína í þessu sambandi. Og það hefur verið mér gleði. Hlutverk biskupa á hverri tíð að gæta lífi kirkjunnar í því umdæmi sem þeim trúað fyrir. Biskup vinnur biskupsverk, hefur tilsjón með almennri þjónustu sem veitt á vettvangi safnaðanna og honum ber að rækja hlutverk sitt í kærleika og af alúð. Staða og líðan vígur að þjóna, bæði presta og djákna biskupi hugleiki. Hann fyrst og síðast prestur. Hann prestur með þeim og öllum öðrum sem sinna hag safnaðanna, trúnaðar vinur sem ber tilveru þeirra og líf fyrir brjósti. Hann þarf að vera söfnuðum og þjónum þeirra nærri til að efla samhug fólksins og styrkja innviðina í því húsi Krists sem biskupsdæmi hans Ég eindregið þeirra skoðunar að þetta knýi okkur til að vinna að því að Ísland verði fleiri fullgild biskupsdæmi en eitt og að á Hólum og í Skálholti sitji fullmyndugir biskupar. Kæru vinir, kirkjan hefur áhrif langt út fyrir raðir þeirra sem henni fylgja beinið. Henni þó ekki ætlað að vera eins og öflug stjórnmálahreyfing, heldur á styrkleiki hennar að fullkomast í veikleika, jafnvel eins og væri Kristur andspænis Pílatussi á hverri tíð, hann sagði honum að til þess væri hann í heiminn kominn að bera sannleikann vitni. Sé þjóðkirkjan á hverri tíð sem henni framtíðin ekki kvíðaefni, heldur tilefni fögnunar.